Uppskrift á góðum degi í boði Askur Taprúm, Síldarvinnslan, Bílaleigu Akureyrar og Rúbín kaffi. Það viðrar aldeilis vel til þess að flakka firði í dag. Sólin gyllir Seyðisfjörð og það frábær dagur framundan. Það getur verið gulls ígildi að byrja daginn á því að spjalla við heimafólkið yfir góðum morgumat og kaffibolla. Við hittum þær Sesselju og Silju á Hótel Öldunni. Hér frábært að gista og morgunverðarhlaðborðið draumi líkast. Seyðisfjörður náttúrulega mjög líflegur á sumrin. Mikið fólki sem kemur og þetta náttúrulega listamannabær og hefur verið þekktur fyrir það mjög lengi sko. Þannig að það mikið af viðburðum og skemmtilegum hlutum að gerast á sumrin. Þannig að fólk sækir rosa mikið í Seyðisfjörð. Besti sushi-staðurinn á landinu til dæmis hérna á Seyðisfirði, sem þetta fyrir bíó. Rómantískasta bíóhúsið á Íslandi hérna á Seyðisfirði. Og síðan náttúrulega lungahátíðin sem gerist alltaf í júlí, sem óbærslega skemmtilega mikið unga fólki sem kemur og tekur þátt. Já, síðan við með, ég held að þessi 5 veitingastæðir sem rosa mikið fyrir svona lítið bæjarfélag, 700 manna bæjarfélag, 2 barir. Það bara brjálæðislega mikið stuð að vera á Seyðisfirði á sumrin, sko. Ég mæli með því. Þetta svolítið fyndið það því maður heyrir á ferðalaginu, ég kunni þið út á landi að gera svona cappuccino eða sushi eða hérna Seyðisfirði ertu með þetta náttúrulega allt. Við erum bara meistarar í þessu sko. Það bara þannig. Það bara eins og segja fólk. Ég man eftir sko, ég held að sushi var búið að vera opið í kannski 2 sumur. Þegar fólk vorum að heyra sögur af fólki sem bara flaug sérstaklega frá Reykjavík til þess að koma að fá sér sushi og sem bara tilbaka. Bíóhúsið var byggt 52 minnum mig. Held ég sé ekki ljúga. Jú, kannski ég ljúga, ég veit það ekki. Allavega, þá var þetta bíóhús og síðan var þetta ballstaður í rauninni. Og þegar ég og samstarfskona mín tókum við herrabréfið fyrir 7 árum síðan. 5 árum síðan. Tíminn svo skrítinn en það líður svo hratt og samt svo hægt. Allavega, fyrir 5 árum síðan, þá voru alltaf að fá gesti til okkar sem voru alltaf að segja okkur sögur af bíóinu í gamla daga. Fyrsta skipti sem ég fór í bíó, fyrsta skipti sem ég fór í bíó. Við áttum mitt eigið sæti, ótrúlega mikið af skemmtilegum og rómantískum sögum. Þannig við ákváðum að við yrðum opna bíóhúsið aftur og í sömmynd. Þannig að þetta gamli stíllinn. Síðan fengum við ung par til þess að koma og reka bíóið og þau eru miklir movie buffs, maður segja það. Og þau eru ótrúlega klár og að gera sína ein trailera og ein auglýsingar og þetta allt mjög rómantískt og síðan erum við að gera allmis bíómat saman, þannig að þetta er upplifun líka. Þú kemur, farið að borða, horfir á gamla mynd, dansar, drekkur, ótrúlega skemmtilegt. Þannig að þetta klárlega besta bíóið á landinu. Það er aldrei svona borgarfílingur í að koma hingað, þú getur labbað á milli veitingastaðanna og skemmtilegt að labba bara bæinn. Já, algjörlega. Ég held að það séu margir sem eru orðnir þreyttir á borgarlífinu sem að koma til Seyðisfjarðar og þurfa bara að breyk og koma hingað og þetta er bara svona svolítið eins og 101 var í gamla daga. Þetta er svona svo stemming svolítið að hérna á Seyðisfjarðar. Lungahátíðin haldin ár hvert í júlí á Seyðisfirði. Lunga er listahátíð fyrir ungt fólk, þannig að það fylgir við mikið ungu fólki, já. Þetta er vikulöng hátíð þar sem það eru listasmiðjur, þannig að fólk skráir sig og tekur þátt í smiðunum sem að standa yfir í viku og síðan í enda vikunar þá er eins og sýning þar sem að
þar sem að krakkarnir sýna hvað þeir eru búin að gera yfir vikuna. Síðan endum við hátíðina á því að halda tónleika. Þannig að, og svona tjúttum smá og fögnum því að við höfum lært eitthvað nýtt og verið saman og kynnst mikið að nýju fólki og já, ótrúlega skemmtilegt. En það ekki bara þarna lunga sem maður getur komið í bæinn hreinlega bara til þess að skoða og upplifa list. Það mjög öflugt listalíf bara almennt í bænum og sýningar líka þannig að eins og í Skaftfelli þannig að það er mikið að sjá. Það er mikið að sjá, mikið og líka ungum listamönnum sem búa hérna. Þannig að já, fólk sækist rosa mikið í Seyðisfjörð og það er náttúrulega mikil saga, listasagin að Didi Rót til dæmis sem náttúrulega var og átti hús hérna með sjónum hérna á bryggjunni og mikið af flottum listamönnum sem hafa átt heima hérna á Seyðisfirði, þannig að það er mjög svona flott saga sem að fylgir þessu bæjarstæði. En fyrir því sjálfa, hvað er það númer 1? Hvað er það sem fær þitt Seyðisfjarðar hjarta til að tikka? Það er bara, held ég, að fara í fjallgöngu, ef ég á að vera alveg hreinskilin. Ég er náttúrulega fædd og uppalin á Seyðisfirði, þannig að fjöllin eru mitt allt, sko. Eða bara sitja úti á góðum sóladegi og bara, þú veist, horfa á mannlífið og fá mér einn bjór og njóta. Ég held að það er svona mitt uppáhalds. Nú hefst ferðalagið yfir Fjarðarheiði. Náttúran býður upp á hvern konfektmolan á fætur öðrum á leið upp heiðina. Fjarðaráin rennur niður meðfram veginum og fossarnir eru þó nokkrir. Við ætlum aðeins að stöðva bílinn og skoða Gufufoss en hann er sá stærsti á leiðinni. Og við erum haldin ólæknandi fossablæti. Dagurinn hefði nú eiginlega ekki getað byrjað betur. Ég er sammála því. Það er samt mikilvægt þegar maður er bara miklu ferðalagi, stíga dagskrá, að líka kunna að stoppa. Já, gefa sér smá tíma. Mjóifjörður er falinn fjársjóður, lítill og mjór en með mikla sögu og þar er hægt að fá sér kaffi og með því á Sólbrekku og njóta kyrrðar og náttúrufegurðar. Við verðum að skoða Mjóafjörðinn betur í næstu ferð vegna þess að nú er mál að komast niður á Reyðarfjörð og næra sig fyrir viðburðaríkan dag. Sesam brauðhús er handverksbakari sem engan svíkur. Við vorum búin að biðja hádegismat sem við getum sem betur fer rölt með út fyrir þar sem veðrið er í dýrari kantinum í dag. Á Árbakkanum komum við okkur vel fyrir og gæðum okkur á kræsingunum. Þvílík veisla. Þá erum við bara mætt í Lautarfjörð á Reyðarfirði. Já, geggja veður, náttúrufegurð og matur, nóg af mat. Það býðum ekki meira, 40 gráður og leti. Já, 40 gráður. Já, íslenskar. Svona slagari, já, klálega. En Sesam er nú ekki handverksbakari fyrir ekki neitt. Nei, algjörlega. Þetta leynir á sér. Dálítið eins og Reyðarfjörður. Já, dálítið eins og Reyðarfjörður, en sko, ég veit ekki eins og hvað að byrja, sko.
Ég bara byrjum staðar og henda því það. Ok, Það var svona. 1, 2 og. Já. Á Reyðarfirði er forvitnilegt braggahverfi efst upp í hlíðinni sem enn ber vitni hernám Íslands í seinni heimsstyrjöldinni. Á Reyðarfirði gerðu það bil 4000 hermenn sig heimakomna. Og á stríðsólasafninu ætlum við að hverfa áratugi aftur í tíman og gera okkur í hugarlund hvernig var að komast í snertingu við stríðið. Á milli Reyðarfjarðar og Eskifjarðar rís Hólmatindurinn hátt. Hólmanesið er svo fyrir neðan veginn en þar er hægt að stoppa á besta stað og njóta útsýnis yfir Atlantshafið sem sleikir austurströndina. Margar skemmtilegar gönguleiðir liggja niður á nesið frá bílastæðinu. Í klettunum fyrir ofan veginn er svo leiði Völvunar. Það er verndarvættur fjarðanna sem mun, samkvæmt þjóðsögunni, vernda fjarðarbúa gegn öllu illu ef hún fær stein í vörðuna á hverju ári. Svona, alltaf að hafa hreindýr með þegar maður fyrir austur. Það er alltaf betur en óhreindir. Svo sannarlega. Heyrðu, Eskifjörður. Já, flottur staður Hólmanesi, en nú er næsti staður Eskifjörður. Við höfum mælt okkur mót við hann Þórð Vilberg, upplýsingafulltrúa Fjarðabyggðar, heimamann með allar nauðsynlegar upplýsingar svæðið. Er ekki alltaf gott við fyrir austan? Alltaf, nánast alltaf. Þú ábyrgist það persónulega? Já, ég skal taka það á mig. Hvað er svona á döfinni hjá ykkur í sumar, Fjarðabyggð? Það er alls konar. Það er menningaviðburðir, menningarstofa Fjarðabyggðar stendur fyrir fjölbreyttri dagskrá allt sumar. Tónleikum, myndlistarsýningum, ljósmyndarsýningum. Svo eru náttúrulega bæjarhátíðir, Eskifirði, Stöðvarfirði, Fáskrúðsfirði, franskir dagar. Þetta venjulega sem er búið að vera hjá okkur í mörg ár. Fjarðabyggð er sannkölluð útivistar paradís. Ég get ekki einu sinni talið upp allar þær gönguleiðir og hjólaleiðir og alls konar leiðir sem eru í boði fyrir fólk. Erfiðar og léttar og fjallaferðir og fjöruferðir og þær eru út allt. Náttúran umlykur okkur og við eigum gríðarlegt magn af útivistarmöguleikum. Svo eigum við frábær söfn, frábæra sundlaugar, útisundlaugar og við höfum allt fyrir alla. Ef að þú ættir að skipuleggja fullkominn dag í Fjarðabyggð, hvert myndir þú fara með gestina þeirra? Ég myndi byrja á að fara með þá til Neskaupstaðar, fara í gönguferð í Páskahelli og fá mér svo að borða í Neskaupstað og koma svo hérna yfir á Eskifjörð og fara í aðra gönguferð Hólmanesið áður en ég myndi svo enda daginn í sundi á Eskifirði. Ég held að það sé svona einn góður dagur í norðanverði Fjarðabyggð allavega. Við förum nú bráðlega að vera pínlítið svöng. Ég veit að það eru rosalega margir staðir í boði, en hvað dettur í hug núna? Hvað ættum við að kíkja á? Nú myndi ég keyra hérna aðeins út með Eskifirði og í Randúlsjóhús. Þar er frábær veitingastaður með geggjuðu útsýni í gömlu húsi frá 19. öld og það er eitthvað sem allir sem koma til Fjarðabyggðar þurfa að prófa. Hvað á ég að panta mér? Ég myndi panta mér fisk. Fiskræktis.
Fyrst dagsins? Já. Ok. Og ef þú ætlar að, eins og er í Neskaupstað, þá myndi ég kíkja í beitusskúrinn á hann Hákon Hildibrand. Þar geggjaður matur og þar hittast heimamenn á kvöldin og sitja út á pallinum við sjóinn og njóta kvöldloksins í Neskaupstað sem er alveg geggjað. Má ég semst búast við að verði logn þá? Já. Lofaru? Ég lofa að eftir 6 í dag verður komið logn. Já, það svoleiðis? Já. Hvað ertu heima í? Það er eða fyrir því. Nú eru garnirnar farnar að gaula og við ætlum að hlýða Þórði ráðagóða sem bent okkur á Randúlfs sjóhús. Það var ekki byggt í gær, langt í frá. Húsið er rúmlega 140 ára gamalt. Hér er saga bak við hverja fjöl, kvísl síldarævintýri, sjómennsku, ástir og líf. Hjónin Sævar og Berglind reka ferðaþjónustuna á Mjóeyri og Randúlfs og að meðan kokkurinn útbýr kræsingar handa okkur í kvöldverð röltum við upp á loft með Sævari en þar opnast alveg nýr heimur fortíðar. Herru, hérna höfum við verbúðina sem að kallarnir byggu í. Verbúðina? Frá 1890 til svona 1920-30, gjörðu svo vel. Og hvað voru þessir kallar að brasa hérna í verbúðinni? Herru, þeir voru náttúrulega að veiða síld hérna og verkuðu hana hérna niðri og byggu svo hérna uppi. Flottur hattur sem þú ert með. Já, það er verið. Ertu að koma af síldveiðum? Já, ég var að koma af síldveiðum. Þig vantar svona hatt. Já, áttu handa mér? Já, fer ekki bleikur þér vel? Jú, ég myndi segja það. Það er svona einn af mínum helstu. Þú fær bleikan hatt. Takk. Má ég þá veiða líka? Algjörlega. En segðu mér samt aðeins þið eru ekki bara með gamla verbúð, það er líka veitingastaður niðri. Já, þetta er sem sagt, veitingastaður á sumrin og opið fyrir hópa allt árið. Og svo er verbúðin og í raun og veru svona safna hluti hússins. Og svo erum við með hinum megin galleri sem við erum með svona ýmsar sýningar í. Og núna er sýning þar útgerð færeyskra sjómanna í upphafi 20. aldar. Hérna erum við komin í formannsherbergið, hér hafði hann sitt kamers. Já, hérna var svona yfirmaðurinn. Já, yfirmaðurinn. Fekk verið í friði, menn hinn þurfti allir að sofa ofan á krörum hann heima. Já, trúlega verið 12 í 6 kojum. Já. En samt veit það. Já, þaðan er orðið laxmaður komið. Já. Það var þessi lágu saman í koju. Auðvitað. Ég sé þetta ekki. Ok, skemmtilegt. Skemmtilega fróðleiksmál. Þessi fróðleikur var í bóði ferðaþjónustunnar á Mjóeyri. Takk. Já, Mjóeyri. Eru þið líka með rauðhúsin sem er út á Eyri? Já. Ok, hvað eru þið með þar? Þar eru við með gistihús með 4 herbyggjum og 10 sumarhús. Segðu mér aðeins frá veitingastaðnum. Hvernig mat eru þið með? Það er náttúrulega mikið sjávarfang þar sem við erum í sjóhúsi. Allt ferskt og nýkeypt af markaðnum og allt náttúrulega af svæðinu, úr fjörðunum. Við erum með hlýra veitarinn í fjörðinum deginum áður eða jafnvel samdægus og hann er borið fram. Lax frá Löxum og svo erum við þetta með kjöt líka og þá aðalega hreindýr af heiðunum. Þannig að þetta er allt svona allur okkar matur er svona lokal matur. Það er geggjað að vera hérna í kvöldsól á bryggjunni og fá sér einn öl og eitthvað gott að borða. Það er algjörlega frábært. Kemur logn á kvöldi? Yfirleitt, já. Það er svona, oft yfir daginn er dagvindur sem kallaður það er hafkóla. Og svo svona 6-7 leyti þá dettur hún niður og þá er kvöldsólinn komin á bryggjunni og alveg æðislegt að sitja þar. Er ekki draugagangur í húsi? Ekki hef ég orðið var við það. Hef ég nú oft verið hérna einn að slæpast og er alveg til í að hitta þessa gömlu sjómenn, en nei, það er bara mjög góður andi í þessu húsi. Mér finnst mjög gaman einmitt að hugsa til 1890 þegar fólk er hérna, að þá bjuggum við moldarkol, eða torfkolum sem voru svo smágætir. En verðmenn, þeir voru bara svona í köldum steinbyrgjum, jafnvel sofandi undir bátunum sínum. Meðan hér var hægt að kynda með eldhús, með matráskonu. Það var bara eins og höll í saman? Já, þetta var algjör höll í raun og veru á þess tíma.
Stundum getur verið ansi mikil áskorun að halda áætlun á heilum degi á ferðalagi. Við glemdum okkur alveg í veislunni á Eskifirði og erum heldur sein í Norðfjörð þar sem við ætlum að hitta hann Hákon Hildibrand og spjallum lífið í Neskaupstað. Hákon situr sennilega aldrei auðum höndum og við finnum hann loksins á Beituskúrnum, veitingastað og bar sem hann rekur þar sem hann er akkúrat núna að veislustýra. Meistari Hákon á það til að vippa sér í drag og eina leiðin til þess að hann gefi sér tíma í viðtal er ef að Skúli tekur þátt. En það er nú lítið mál, allt fyrir viðtal. Hákon, þú lofaði með stuði í Neskaupstað og þú ert sannarlega standaði það. Ég ætla að vona það. Hér er stanslaug stuð í allt sem var, eins og við heyrum þetta fréttan okkur. Beituskúrinn, er alltaf númer þar? Já, það er bara stanslaug stuð öll sömur. Við lokum á veturnar, spörum partíið, opnum aftur á vorin, opnum óvinni seint í ár út af COVID, en prógramið hefur líka aldrei verið jafn þétt. Við erum með 12 veitingastæður í Reykjavík sem koma á hver sína helgi og taka yfir matseðilinn hjá okkur. Og við erum með alveg frá einum upp í 3 tónleika í hverju einstu viku. Við erum með resident DJ sem býr hjá okkur allt sumar, þannig að það sé alltaf stuð og partí. Við bara treystum á einhvern veginn eftir COVID að gerðum ekki ráð fyrir neini túristar. Það er bara bónus. Við gerum ráð fyrir Íslendingar og Austfirðingar sérstaklega. Þeir eru þyrstir, skemmtanaþyrstir og það þurfti að halda eitthvað partí. Og það hefur sannarlega verið. Það er búið að vera mikil vertíð síðustu 2-3 vikurnar. Nóg með vera alltaf Hildibrand á það líka? Já, við reynum að hafa lífið á Hildibrand á veturnar. Við höfum lokað matsölu í fyrrasumar og í sumar og verið bara í Beituskúrnum. Við ætlum að gera það í sumar allavega fram eftir sumri og sjá ef það kemur brjálubomba og þurfum að opna bæði, þá gerum við það. Og svo líka rosa gott að vera tilbúin, ef það kemur hræðilegt veður og við erum með frábært pop-up og fullt af fólki, þá bara fluttum ykkur yfir. En við höfum gert þetta svona yfir veturinn, þá flytjum við viðburði og slíkt yfir á Hildibrand. Beituskúrinn er náttúrulega bara 120 ára gamall spíknarkofi sem er óeinangraður, þannig að það er ekkert rosa hlýlegt þetta í febrúar. Þannig að við förum frekar yfir, en það er svona sumir viðburðir sem eru bæði hér og á Hildibrand. Ég ætla að vera reglulega fyrir drag. Þetta er ekki drag, þetta er svona smá genderbendir, en við förum síðustu helgi var ég með aftur mútið full dragshow og það er mjög gaman. Við erum með yfirleitt bingo. Nú var ég að pröfa nýtt að vera pubquiz. Ég er búinn að vera bingo-bóka nokkur ár. Svo ákvað ég að vera barsvar Bibba síðustu helgi og það er ágætt. Hún er hræðilegur besserwisser, en það er bara sjálfsögðu, barsvarstjórinn verður að vera það. Þannig að Hvernig er hún að fara í mannskapið? Nú þetta verið að láta mann svolítið heyra það? Já, hún er penni heldur en bókað frænka hennar. Okay. Og það má kannski segja að það er gaman að þeir eru náttúrulega svona, þú ert opinber persóna og þú veist, þú er náttúrulega bara vanda hvað þú segir og slíkt. Það er rosa gott þegar allt er ego sem að láta það flakka og svona getur grillað svolítið liðið og stundum sagt hugðinn allan. Akkurat. Hennar allan. Ég er ekki alltaf sömu skoðun. Laugardagskvöld eru þannig að staffið mitt veit að það er búningageymsla í einu skápnum og þau með að fara í ballettunar og litaballettunar og mála okkur eins og við vorum að gera áðan. Já, þú býður upp á þetta? Já, það má alltaf vera partí. Það verður að vera partí. Það er eins og við höfum alltaf sagt. Góður dagur fer aldrei alveg eftir planinu. Það er þetta óvænta sem kryddar lífið. Hér er partí og við ætlum að leyfa okkur að fljóta með í gleði og glaum með heimafólki á Neskaupstað sem kann svo sannarlega að skemmta sér. Uppskrift að góðum degi er í boði Askur Taprúm, Síldarvinnslan, Bílaleigu Akureyrar og Rúbín kaffi.